Jæja, kæru fundagestir. Þar með setja þennan fund, lýsi þennan fund settan. Fyrst er á dagskrá að kjósa fundarstjóra og ég hef beðið hana Thelmu Rós Sigfúsdóttur að vera fundarstjóri okkar í dag. Eru þið samþykk því? Og síðan bað ég hana Sigurlaugu Jónu Hannesdóttur að vera ritari fundarins í dag. Eru þið samþykk því? Glæsilegt. Þá er okkur ekkert að vanbúnaði og Thelma tekur yfir fundarstjórn. Góðan daginn og velkomin á aðalfund upplýsingar 2026. Ég heiti Thelma Rós Sigfúsdóttir eins og Þórný sagði áðan og vinn hér á Landsbókasafni Íslands Háskólabókasafni. Til aðalfundar skal boða skriflega með minnst 10 daga fyrirvara samkvæmt 8. grein laga félagsins. Upplýsing sagði frá aðalfundi í Fregni 23. mars síðastliðinn, aftur 17. apríl og loks með formlegu fundarboði á póstlista Fregna 15. maí 2026. Og nú spyr ég ykkur, teljið þið að löglega sé til fundarins boðað? Já, flott. Og þá er komið að fyrsta lið dagskrár sem er skýrsla stjórnar. Þórný Hlynsdóttir, formaður, fer yfir skýrslu stjórnar fyrir starfsárið 2025 til 2026. Gerðu svo vel, Þórný. Takk fyrir. Og nú líka hugsa að hafa kannski aðra glæru í bakgrunnum, ef ég geta, en það er ekki víst ég geta. Jú, bara af því að dagskráin í dag er lögbundin. Og eins og þið vitið er daglegur rekstur og verkefni félagsins í höndum stjórnar og stjórn fundaði 10 sinnum á tímabilinu. Þar voru 3 staðfundir og 7 fjarfundir, auk mikilla samskipta bæði á Messenger-grúppu stjórnar og í tölvupósti eða á Teams-chatti. Upplýsing, svo ég tengi nú aðeins við það sem við gerðum í fyrra, þá sendum við inn í fyrra, þann 29. mars, umsögn vegna máls um bókmenntastefnu fyrir árin 2025-30 og lýstum okkur búin til samstarfs við stjórnvöld að ná fram markmiðum hennar. Við höfum ekkert heyrt, sem kemur ekki íka mikið á óvart heldur. En að öðru leyti höfðum við okkur lítið frammi á þessu ári, héldum áfram að bjóða upp á morgunkorn, en heldur hefur dregið úr aðsókn, þrátt fyrir könnun sem gerð var meðal félagsmanna í fyrra sem vildu halda fyrirkomulaginu óbreyttu. Þá var landsfundur haldinn á Selfossi í október og var ákaflega vel heppnaður. Góður undirbúningur landsfundarnefndar skilaði síðan með gleði og þakklæti fundargesta. Þá var IFLA-VLIK ráðstefnan haldin í ágúst í fyrra í Astana í Kazakstan. Þangað fór ég og gjaldkerinn okkar, hún Laufey hérna, og hópur frá Borgarbókasafni og við áttum sannarlega góða daga í Astana. Bæði var ráðstefna IFLA áhugaverð. Þá var kosin nýr forseti til 2 ára, kanadísk kona að nafni Leslie Weir og þegar skýrslan kemur á netið er hlekkur hérna og hérna það sem kannski líka stendur upp úr er að bæði borgin og fólkið þarna kom okkur skemmtilega óvart en borgin er að mestu byggð eftir árið 2000 og þarna eru skýjakljúfar og breiðgötur og hún er enn í hraðri uppbyggingu og þess mátti glögglega sjá merki að það skröltu gangstéttar hellurnar undir okkur því þeir búa náttúrulega, þetta er á tundru og þarna er mikil frostlyfting í jörðu á veturna og okkur fannst við svona geta tengt þetta íslenska byggingabransanum svolítið. Þá er bókasafnsdagsnefnd þakkað fyrir nærandi bókasafnadag þann 8. september síðastliðinn undir yfirskriftinni Lestur er bestur fyrir sálina. Ég vil þakka Eddu Hrund sérstaklega fyrir að drífa starfið í nefndinni áfram og ljóst er að stjórn upplýsingar þarf að styðja betur við nefndina í ár og á komandi árum þar sem mikil endurnýjun hefur átt sér stað í henni.
Og eins eru öllum þakkir færðar sem hafa samþykkt að starfa í nefndum og ráðum sem tengjast félaginu eða hafa lagt hönd á plóg fyrir starfi upplýsingar með einhverjum hætti. Og að sama skapi vill upplýsing þakka félagsmönnum kærlega fyrir stuðning við starfsemina, sérstaklega þeim sem héldu erindi á morgunkornunum okkar í vetur og þeim sem á hlýddu. En síðast og alls ekki síst vil ég þakka stjórnarliðum og vefstjóra fyrir þeirra vinnu í þágu félagsins. Í fyrra unnum við að því að endurnýja vefinn og núna fórum við yfir skjalasafnið. Og skjalasafnið var fært alfarið yfir á Google Drive úr Dropboxi og þeirri áskrift sagt upp, þar sem okkur fannst Google Drive mun þægilegra viðmót, auk þess sem að við höldum utan um viðburði og skráningar á þá í Google Drive, aðgangsstýringar eru auðveldari og bara ýmislegt þægilegra. Það verða breytingar á stjórninni núna í dag. Við sjáum á eftir 2 úr stjórninni, við bæði gjaldkeranum okkar Önnu Laufey og varaformanninum okkar Önnu Sigurlaugu Jónu, auk þess sem að tími komin á formann. Og við vonum að okkur hafi takist að fylla okkar skörð. Ég vil þakka fyrir mig, þetta hefur verið viðburðarík, fræðandi og skemmtileg ár sem ég mun seint gleyma. Það hefur gefið mér mikið að starfa fyrir félagið og það hefur líka verið mér ákveðið akkeri í hafsjó lífsins, en nú sigli ég á ný mið sem er ekki með bókasöfn í sjávarfangi sínu og afhendi arftaka mínum stýristöðumanna bæði bjartsýn og stolt. Félagar í upplýsingu eru í dag þeir eru 348 einstaklingar og nú greiða 35 stofnanir stofnanagjald. Stjórn í fyrra var sem sagt, ég var formaður, Sigurlaug varaformaður, Laufey gjaldkeri, Þrúður Sigurðardóttir var kosin til 2 ára síðast og hún hefur gegnt hlutverkið ritara. Arnar Óðinn Arnþórsson var kosinn til 2 ára 2025 sem meðstjórnandi en hann er jafnframt vefstjóri félagsins. Varamenn í stjórn hafa verið Andrea Ævarsdóttir og Sif Sigurðardóttir en þær voru aldrei kallaðar inn. Varðandi rekstur félagsins þá rekum við náttúrulega ekki skrifstofu. Þannig að starfsaðstaða stjórnarmeðlima er á heimilum þeirra sem á vinnustöðum með leyfi yfirmanna þeirra. Stjórnarmenn fá þóknun fyrir stjórnarsetu og aukalega er greitt fyrir vefstjórn. Varaformaður, ritari og meðstjórnandi fá þóknun 2 á ári en gjaldkeri og formaður mánaðarlega. Og þóknun til stjórnar er nánar tilgreind í ársreikningu félagsins. Árgjöld félaga, bæði einstaklinga og stofnana, standa nú alfarið undir rekstri félagsins því að styrkur fæst ekki lengur til félagsstarfa eins og áður var. Vegna stærri viðburða eins og bókasafnadags og landsfundar hefur verið hefð fyrir því að leita eftir styrkjum, bæði til bókasafna, þjónustumiðstöðva bókasafna, landskerfisbókasafna og staðbundinna fyrirtækja. Ávallt er stefnt að því að þessir viðburðir standi undir sér, svo kostnaður lendi sem minnst á félaginu. Hagnaður á landsfundi er auk þess á sjóður sem umsóknir ferðastyrk eru greiddar úr og þóknun til stjórnar og ritstjórnar hins vegar greidda félagsgjöldum. Í ferðasjóð upplýsingar bárust 8 umsóknir og það er hámarkið sem að heimilt er að veita. Það er 8 og allar þessar umsóknir uppfylltu skilyrði og verður því 8 styrkjum úthlutað af fenginni ferðaskýrslu. Eftirfarandi hlutu styrk í ár, það er Lísa Valdemarsdóttir, Íris Dögg Sverrisdóttir, Brynhildur Jónsdóttir, Greta Björg Ólafsdóttir, Hulda Karen Sverrisdóttir, Jóhanna Vélaug Gísladóttir, Halldóra Ingimarsdóttir og Eydís Stefanía Kristjánsdóttir frá Amtsbókasafninu. Hér er auk þess kafli afsláttarkjör. Þau hafa ekki breyst en það hefur aðeins borið á því að Eymundsson veitir ekki lengur 20% afslátt af tímaritum, heldur er hann lægri.
En við sömdum á sínum tíma 20% afslátt bæði af bókum og tímaritum og við höfum ekki verið upplýst að það sé öðruvísi. Við sendum út fregni reglulega. Þau eru send á netfang félagsmanna og það kom út 12 tölublöð á árinu með upplýsingum hvað helst á döfinni hjá bókasafnum, tilkynningar morgunkort, fréttir af innlendum og erlendum vettvangi og ýmislegt reynt til að vekja áhuga félagsmanna á starfsemi félagsins. En svo eru svona aðalmiðlunarvefurinn okkar bara vefurinn upplýsing.is. Við höfum ekki verið duglega á Instagram eða öðrum svona TikTok eða hvað þetta heitir, en það verður kannski breyting á því núna. Aldrei að vita. Og það vef- og miðlastjóri upplýsingar vefstjórinn sem starfar í nánu samstarfi við formann hvaða efni skal vera á þeim. Og fræðslumálin okkar, þá tel ég nú með að bókasafnið teljast til fræðslumála. En árgangur 45 af bókasafninu kom út í september í fyrra og blaðið innihélt alls 14 greinar. Morgunkotn var á sínum stað á bókasafnsdaginn sem að haldinn var hátíðlegur í bókasafni Mosfellsbæjar. Síðan var ekki morgunkotn í október en þá var landsfundur á Selfossi og það féll niður morgunkotn í nóvember af óviðráðanlegum orsökum. Þannig að fyrsta morgunkotn ársins var í janúar 2026. Það kynnti Hrönn Soffíu Björgvinsdóttir bókaklúbb sinn fyrir unglinga sem þau eru með á amtinu og fengu hvatningarverðlaun upplýsingar 2025 fyrir það verkefni. Það var morgunkotn í febrúar. Þar fjallaði Harpa Gretarsdóttir frá bókasafni Kópavogs verkefnið Haltu mér, slepptu mér, sem erindaröð fyrir foreldra ungmenna áskoranir tengdar því að ala upp ungmenni í nútíma samfélagi. Svo var morgunkotn í mars. Þar sagði Unnur Helga Möller frá bókasafni Hafnarfjarðar mjög svo spennandi verkefni sem heitir Heimar og himinn geimar. En það samkoma búninga áhuga fólks og fólks í búninga íþróttamennsku sem fær þarna tækifæri til að kynna sig og upphefja jákvæða og þroskandi leikhegðun fyrir fólk á öllum aldri. Og ég verð að viðurkenna að ég þurfti að yfirstíga svolítið eigin fordóma gagnvart þessu. En mér fannst þetta rosalega áhugavert. Aðri viðburðir voru jólagleðin okkar, hún var haldin hérna í Eddu, húsi íslenskunnar, í lok nóvember. Trúbadórinn Orri Sveinn og Borgarnesi hélt uppi stöðinu og Guðný Ragnarsdóttir sagði okkur frá bókasafni Árnastofnunar og flutningunum í nýja húsið. Og þá skýrslustjórnar lokið. Já, og þá spyr ég ykkur hvort að skýrsla stjórnar sé samþykkt. Já, skýrsla stjórnar samþykkt. Flott, þá komið að næsta lið sem eru skýrslur hópa og nefnda og formaður fer yfir skýrslur nefnda. Gjörðu svo vel, Þórný. Já, kannski eitthvað af því sama aftur. Afsakið ég bara kafnukvefi. Já, það bókasafnsdagurinn sem var haldinn hátíðlegur 8. september. Hann samlesinn í auglýsingum í útvarpi Ríkisútvarpsins og allt land taka bókasöfn þátt í þematengdum verkefnum. Í undirbúningsnefndinni í fyrra voru þar Edda Hrund Svanhildardóttir og Andrea Evarsdóttir auk mín og ég náttúrulega þakka þeim bara kærlega fyrir. Landsfundarnefnd heldur utan landsfund og það ræðst af staðsetningu hans hverju sinni hverjar sitja í landsfundarnefnd. Síðasti landsfundur var á Selfossi 16. til 17. október. Landsfundarnefnd skipuðu þær Heiðrún Dóra Eyvindardóttir, Árný Leifsdóttir, Elísa Elíasdóttir og Edda Hrund Svanhildardóttir. Mæting var mjög góð,
bæði staðsetning og dagskrá. Þá komið að skýrslu notendahóps Gegnis fyrir síðasta ár. Á síðasta starfsári var notendahópurinn skipaður þannig. Það Thelma Rós Sigfúsdóttir fyrir Háskóla- og sérfræðisöfn, Brynhildur Jónsdóttir fyrir almenningsbókasöfn, Anna Lilja Torfadóttir fyrir framhaldsskólasöfn og Rósa Björg Jónsdóttir fyrir grunnskólasöfn og þær gefa allar kost á sér áfram. Engin erindi bárust til hópsins á árinu frá notendum kerfisins. 4 formlegir fundir voru haldnir innan hópsins þar sem dagskrá vorráðstefnu notendahóps Gegnis var skipulögð. Í skýrslu ritnefndar segir að þar sitja þær Hallfríður Kristjánsdóttir, María, hún ritstjóri, María Bjarkadóttir og Tinna Lind Guðjónsdóttir. Og í september, eins og ég sagði áðan, kom út annar árgangur nýja veftímaritsins sem hefur samt sama árgangatal og áður og raðmerking þessa árgangs 45. Haustið 2026 mun 47. árgangur tímaritsins líta dagsins ljós. Fyrsti fundur ritnefndar við undirbúning útgáfunnar 2026 var haldinn í febrúar 26 en stendur yfir vinna við að taka við greinum, prófarkalesa, eiga samskipti við höfunda, skipuleggja og raða í tölublaðið og svo framvegis. Ritstjórnarstefna, leiðbeiningar til höfunda og ýmsar upplýsingar á vefsíðu tímaritsins voru endurskoðaðar og uppfærðar í lok árs 2024, meðal annars til að bjóða upp á birtingu lengri greina og greina á ensku. Greinakall var sent út á póstlista og samfélagsmiðlahópa upplýsingafræðinga og var að auki birt í fregnum og vef upplýsingar í upphafi árs 2026 en skilafresti greina lauk núna 1. maí. Ritnefnd skipti með sér verkum við yfirlestur, frágang skjala og samskipti við höfunda, ritvinnsluskjöl, myndir, önnur fylgiskjöl og upplýsingar höfunda eru vistaðar í Open Journal Systems kerfinu sem einnig notað til að vinna blaðið og birta það. Skýrsla fulltrúa í bókasafnaráði. Á síðasta sumar var kallað eftir tilnefningum frá upplýsingu í bókasafnaráð, var það ekki síðasta sumar? Lísa, manstu það? Já, og skipunartímabil þeirra frá 1. október 2025 til 30. september í ár. Nokkrir nýir fulltrúar komu inn í ráðið og hefur ráðið fundað mánaðarlega frá skipun. Hlutverk ráðsins meðal annars að vinna að stefnumörkun bókasafna, setja úthlutunarreglur vegna bókasafnasjóðs og veita umsagnir vegna umsókna í sjóðinn. Þar sem töf var á skipun ráðsins gafst ekki tími til að fara yfir auglýsingu í bókasafnasjóð né fara yfir verkferla í úthlutun, forgangsröðun og matskvarða. Auglýsing fór út í febrúar. Ráðið skipti með sér verkum varðandi yfirferð umsókna og öðrum fundi sínum. Líkt og í fyrra ræddi ráðið öflun tölfræði upplýsinga bókasafn og starfsemi þeirra og fagnar ráðið því að tekist hafa samningar milli Landskerfis bókasafna og Hagstofu Íslands gagnaskil opinberrar hagskýrslugerðar bókasafna tölfræði. Ráðið fundaði á tímabilinu með Hallgrími J. Ámundasyni, tengiliði ráðsins við menningar, nýsköpunar og háskólaráðuneytið þar sem rætt var bókmenntastefnu og regluverkið í kringum bókasafn. Hvatti hann ráðið til gagnrýni á núgildandi lögum og stefnu bókasafna. Verkefni ráðsins á skipunartímanum verður að rýna stefnur bókasafna og vinna drög að bókasafnastefnu fyrir ráðuneytið. Í vor var úthlutað úr bókasafni í 7. skipti. Heildarupphæð úthlutunar voru 19 milljónir og bárust alls 23 umsóknir í sjóðinn. Að þessu sinni hlutu 11 umsækjendur styrki og ráðið óskar þeim öllum til hamingju. Nöfn styrkþega og verkefna má finna á vefsíðu Rannís. Svona til að bæta við þessa skýrslu hennar Lísu að þá tilnefndi upplýsing 2 kvenkynsfulltrúa í fyrra og við rökstuddum það með því að því það bundið í lög að ráðuneytið á að ráða karl og konu þegar óskað eftir 2 og við rökstuddum þá þannig
Við vildum frekar tilnefna fólk sem hefði mikla þekkingu á starfsemi bókasafna og við hefðum reynt að fá karlkyns fulltrúa. Ég talaði við 3 sem mér fannst uppfylla svona þessi skilyrði og þeir báðust undan því. En það fór þannig að ráðuneytið samþykkti bæði Lísu Valdemarsdóttur og Kristjönu Mjöll Jónsdóttur Hjörvar sem fulltrúa upplýsingar og gerði Lísu auk þess að formanni bókasafnaráðs og mér finnst við ættum að fagna því. Og nú svona annað innlent samstarf, það kannski nánar bara í prentuðu skýrslunni svo ég taki ekki alltof mikinn tíma þetta. En kannski aðeins já, nei, ég segi nú bara ekkert meira. Þið lesið það bara ef þið hafa áhuga. Það hérna Almaverðlaunin og samstarfi norrænu systurfélögin og IBBY á Íslandi og Bláa skjöldin. Við þurfum að tilnefna Bláa skjöldin. Kannski það að Guðný Ragnarsdóttir, hún baðst undan að halda áfram, hún hefur verið fulltrúi okkar í Bláa skjöldinu lengi. Og það var hún Halldóra Kristinsdóttir hérna í, heitir þetta ekki Íslandssafn eða, já, þjóðdeild þegar ég var að vinna hérna. Hún okkar fulltrúi númer 2. Heyrðu, þá bara held ég hafi þetta ekki lengra. Ég líka get ekki talað mikið lengur. Heyrðu, varðandi það, já, einmitt. Sko, ég reyndi það og það var hún Lísa hérna sem að greip að fara inn á einhvern fund fyrir ykkar hönd. Það sem sagt fulltrúar upplýsingar í stjórn Hljóðbókasafns Íslands. Þeir eru báðar starfsmenn hér í þessu húsi og vegna deilna sameiningu þessara safna þá báðust þær undan að sitja þessa fundi. Það var bara óþægilegt fyrir þær. Og það var hún Lísa sem hljóp í skarðið en við eigum eftir Já, en þetta eitt af því sem að nýr formaður þarf að vinna í. Takk fyrir. Eru skýrslur hópa og nefnda samþykktar? Já, þær eru samþykktar. Þá komið að reikningum félagsins. Gjaldkeri Laufey H. Svavarsdóttir kynni reikninga ársins 2025. Gjörðu svo vel. Að finna þetta hérna í tölvunni. Já. Sjá. Við að séra því skjali. Við þurfum að líka séra því skjali. Já. Já. Af því að við klippum á því í morgun og föllum þetta stáð. Já. Já. Sjá, ætli þetta sé ekki hér. Ekki aðalfundur. Nei. Sjá. Þetta að koma. Verið bara alveg róleg. Og sér á þessu, segiru. Ok, þarf ég að fara í hérna, stop sharing. Nei. Sér aftur. Já. Nú gerði ég einhverja vitleysu. Já, það vitleysa. Sjá, finn ég þetta ekki hérna. Já. Það skipt ástofningur. Hanna, kemur þetta ekki núna? Æ, ég alveg farin að svitna. Góðan daginn. Ég ætla að lesa yfir rekstrarreikninginn. Þarna sjáum við, það eru félagsgjöld 2.570.000.
Tekjur af bókasafnsdeginum, styrkir sem sagt 603.000 og tekjur af landsfundi 6.817.000. Inn á þetta vantar allavega einn styrk sem að kom á þessu ári sem að eigum eftir að færa inn. Þannig að það eru rúmar 7 milljónir í tekjur á landsfundi. Engir aðrir styrkir því miður. Rekstrargjöld, þar er húsaleigan sem að er í rauninni geymslur, þar sem við erum ekki með neina skrifstofu. Skrifstofukostnaður 235.000. Þar er aðalega heimasíðan líklega og stjórnun og umsýsla. Ég kannski fer bara beint í að sundurliðina á þessu. Hérna skrifstofukostnaðurinn, já, rekstur tölvukerfis þarna. Síminn 14.000 en við erum nú hætt með hann, þannig að það verður núllað út næsta ári. Stjórnun og umsýsla, þar eru endurskoðun og reikningsskil 144.000, stjórnarlaun 1.896.000, morgunkorn 23.400, bókasafnsdagurinn 313.000, jóla- og vorgleði tekið saman í 590.000, landsfundurinn, þarna er 1.945.000 en það vantar megnið af útgjöldum sem voru kom ekki fyrir mörgum mánuðum seinna, þannig að það vantar einhverja 3 milljónir þarna inn í kostnað. Og funda- og viðskiptakostnaður 500.000, stjórnarfundir 66.000, félagsgjöld 153.000, þetta eru gjöld sem við erum að greiða, væntanlega IFLA og eitthvað svona. Ráðstefnur erlendis sem við hefum farið, bókasafnið, þarna er hluti af þegar við vorum að setja upp, þetta ekki hönnun og eitthvað svoleiðis kom inn á þetta ár. Gjafir og styrkir 150.000 og félagsskírteinin 136, þetta eru rafrænu skírteinin sem við sendum út. Svo fer ég tilbaka. Þetta er samtals í rekstrargjöld 7.658 og vantar þarna inn á einhverjar 3 milljónir. Þannig að hagnaðurinn 2,3 er aðeins skakkur, það er ekki alveg svo gott. Vaxtatekjur og verðbætur 331.000, vaxtagjöld og bankakostnaður 67.000, þannig að samtals 264.000, heildar hagnaður ársins 2.596.000, þetta verður þá þegar dregnar eru frá 3 milljónir, bæta við 400.000 sem átt eftir að koma inn, þá erum við að standa á núlli. Það bil. Og það er náttúrulega landsfundinum að þakka að við, þar sem er hagnaður á honum, að við komum út á núlli. Hér eru eignir samtals, sjáum skýringar hérna. Óráðstafað eigið fé eru 13.794.000 og hagnaður ársins 2.596.000. Skuldir og eigið fé þá samtals 16.390.000. Það er eitthvað sundurliða líka en þetta eru bara reikningar félagsins eins og þeir stóðu áramót. Þannig var það nú. Hvað spurningar? Nei, takk fyrir. Já, þá spyr ég, eru reikningar félagsins samþykktir? Já, þeir eru samþykktir. Þá er næst ákvörðun launa og þóknunar til stjórnarmanna. Það er gjaldkeri sem að gera yfir þau mál, gera svo vel. Já,
Stjórn leggur til óbreytta þóknun til stjórnarmanna. Ég held að vil ég segja hver hún eða? Óbreytt bara. Takk fyrir. Eru þið samþykk? Já. Þið eru samþykk því. Þá komið að fjárhags- og framkvæmda áætlun næsta starfsárs. Gjörðu svo vel, Laufey. Þá þarf ég aftur að opna annað skjal. Það er tilbaka í vafranum. Hérna. Já. Eða lokaðu ársreikning Og velja, og 26. Og þarna fjárhagssal. Já. og það þarf ég ekki að deila henni aftur. Nei, hún er. Ok. Já, svona lítið þetta út. Það eru engar fyrirsjáanlega breytingar í rauninni en vissulega engin landsfundur á árinu. Við sjáum hérna að gerir ráð fyrir að félagsgjöld verði óbreytt. Stofnanaaðild eða sami fjöldi stofnana styrkir eða er stofnanaaðild með stofnanaaðild hjá okkur og svipað styrkja og vaxtatekja þá eru tekjur ársins 4.550.000. Gjöldin hins vegar eru töluvert meiri. Gerum ráð fyrir að mestu óbreyttu útgjöldum, netrekstur 230.000, endurskoðun og reikningsskil 150.000, funda og stjórnarkostnaður 2 milljónir, húsaleiga 220.000, félagsskírteini 140.000, jólagleði og aðrar uppákomur 600.000, bókasafnsdagurinn 350.000, bókasafnið 400.000, ferðastyrkir til félagsmanna 240.000, félagsgjöld 150.000, norrænt og alþjóðlegt samstarf 1 milljón, gjafir og styrkir 60.000 og gjöldin yrðu þá 5.540.000. Samkvæmt þessu er þá áætlað tap 1.990.000 og þetta mjög varlega áætlað. Þannig að við sjáum það að stjórnin þarf að leggja eitthvað til að sækja styrki víðar eða leita annarra leiða til þess að standa undir þessum kostnaði því þetta er fljótt að brenna upp þó svo við eigum þarna inn einhver gjöld, einhverja reikninga. Takk fyrir. Er þessi áætlun samþykkt? Já, áætlun samþykkt. Og þá er borið fram tillaga árgjald. Já. Gjörðu svo vel, Laufey. Já, stjórn leggur til óbreytt félagsgjöld þrátt fyrir að þetta sé svona. En við töluðum náttúrulega það í fyrra að við vorum að vonast til að fá fleiri stofnanir inn sem greiða stofnanaraðild. Þórný sendi út bréf til stofnana og bara fengum vagast engar undirtektir. Þannig að við vorum að vonast til þess að leita einhverja annara leiða þar en vonandi tekst nýrri stjórn að finna út úr því. Takk fyrir. Þá er komið að liðnum lagabreytingar. Vil ég taka það? Já. Samþykkja óbreytt félagsgjöld. Jú, það þarf að vera það. Hvað vill fundurinn gera? Vill fundurinn að við hækkum félagsgjöldin eða viljið að við höfum þetta óbreytt og felum nýrri stjórn að finna aukið fjármagn í rekstur félagsins? Hækka? Hækka. Er ekki suðurkall? Þú var að vissi? Það er ekki bara suðurkall. Fundarmenn vilja hækka félagsgjöldin rittarinn áður þessu. Og það er spurning með stofnanaaðildina líka. Já, hún náttúrulega fylgir því. Hvað viljið þið hækka ný? 348. Við erum að tala um að það myndi
hækka alveg Já, við hækkum í bara- 8.000, þá myndi það hækka um 348.000. Ef við hækkum það 2.000 Já, krónur en svo bætist við líka stofnanaðildin. Það Já. er kannski svona 500.000 miðað við 1.000 kallinn eða eitthvað Já. svoleiðis. Já, og þá 2.000 kall á stofnanir. Þetta er Ég er bara búin að búið að velta þessu ræða mikið fram og tilbaka og það er bara mjög flókið. Sums staðar er það þannig að árgjald stofnana fer eftir fjölda starfsmanna, þá þurfum við að fá upplýsingar um fjölda starfsmanna. Þið veitir, það er bara svolítið flókið í framkvæmd. Það hefur alltaf verið þannig að það er stofnanaaðildin er tvöföld einstaklingsaðild og veitir stofnunum aðgang að viðburðum félagsins fyrir 2. Já. Við getum svo sem bara lagt til að hækka hana úr 7.000 í 8.000 ef að prófa að sjá hvernig það kemur út fyrir næsta ár og það verður þá bara endurskoðað á næsta aðalfundi. Þannig að formaður leggur það til. Þetta Og er gjaldkeri. samþykkt. Þetta er samþykkt. Já, það er samþykkt. Það var lagabreytingarnar. Herðu lagabreytingarnar. 8.010 krónur. Býður einhver betur? Já. Svona ætlum við að hafa þetta. Í fyrra var fellt út úr lögum liður J sem þá hét kosning fastanefnda. Það hefur verið þannig mjög lengi, allavega síðan ég tók við og örugglega frá því áður, að stjórn þarf bara að handsnúa hakkavélinni og kreista fólk til að finna fólk til að taka þátt. Þannig að við felldum það úr lögunum og það væri kosið það á aðalfundi. Stjórn leggur ekki til aðrar lagabreytingar og okkur hafa ekki borist erindi neinar aðrar lagabreytingar. Þannig að þá höldum við bara áfram með dagskrána. Þá kemur næst að kosningu stjórnar og varamanna samanber 5. grein. Formaður Þórný Hlynsdóttir og gjaldkeri Laufey H. Svavarsdóttir, varaformaður ritari. Sigurlaug Jóna Hannesdóttir hafa óskað eftir lausn frá stjórnarsetu eins og Þórný nefndi hér í upphafi fundar. En 3 framboð til setu í stjórn hafa borist. Framboðin eru borin undir félagsmenn, 1 frambjóð, já þetta átti ég ekki að lesa, en allavega. Fyrsti frambjóðandi er Sólveig Lind Ásgeirsdóttir á Landsbókasafni. Er hún samþykkt? Já, ok. Og næst kemur Kolbrún Erla Pétursdóttir frá bókasafni Héraðsbúa. Er hún samþykkt? Og síðust en ekki síst er Andrea Ævarsdóttir. Er hún samþykkt? Ræsilegt. 1 framboð hefur borist til formennsku í félaginu. Það er Hrönn Soffíu Björgvinsdóttir frá Amtsbókasafninu á Akureyri. Er hún samþykkt? Flott. Já, og aðrir í stjórn eru ekki í kjöri að þessu sinni, Þrúður Sigurðar og Arnar Óðinn Arnþórsson, eins og Þórný nefndi líka hér áður. Nei. Hvað segirðu? Ég ætla að útskýra. Ég skal skýra þetta. Já. Okkur tókst ekki að fullmanna stjórn síðast og þess vegna er Arnar, hann er ráðinn vefstjóri félagsins, þannig að hann tók að sér að vera meðstjórnandi líka. Þannig að það er pláss fyrir 3 í viðbót í stjórn og Arnar sé þá ekki meðstjórnandi. En ég legg til að vefstjóri sitji fundi stjórnar. Það hefur skilað bara, hann er þá tengdari því sem er í gangi þannig að við erum ekki að fjölgi stjórn. En þetta mun ekki kosta félagi meira ef þið eru að spá í þetta. Það er bara sömu útgjöld og áður. En svo þarf líka varamenn í stjórn og Þórný Hlynsdóttir er tilbúin í það til 2 ára og Sigurlaug Jóna Hannesdóttir til 1 árs. Er það samþykkt? Þá erum við komin að kosningu skoðunarmanna reikninga.
Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir og Margrét Ásgeirsdóttir hafa gefið samþykki fyrir áframhaldandi störfum. Er það samþykkt? Og síðasti liðurinn á dagskrá eru önnur mál. Ritari vill koma því á framfæri að félagar passi upp á að við séum með rétt og virk netföng skráð hjá okkur, svo upplýsingar í fregni og skírteini komist örugglega til skila. Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar fólk skiptir starfsvettvang eða lætur af störfum. Og nú hefur fráfarandi formaður, Þórný Hlynsdóttir, óskað eftir að fá tak til máls. Gjörðu svo vel, Þórný. Takk fyrir. Mig langar svona sem mína síðustu starfsskyldu fyrir þetta félag að tilnefna einu sinni heiðursfélaga og upplýsing kallaði eftir tilnefningum á heiðursfélaga bæði í fyrra og í ár. Í fyrra bárust 3 tilnefningar og núna í vor bárust 5. Í fyrra var bara hreinlega eitthvað of knappur tími eða það varð ekki af þessu, en 1 nafn var tilnefnt í bæði skiptin og því var ákveðið á stjórnarfundi í byrjun maí að veita þeim aðila verðlaunin. Óhætt er að segja að þessi aðili hafi ekki borist á í bókasafnaheiminum, en sannarlega hefur hún unnið ötullega bak við tjöldin. Og þannig er það yfirleitt með okkar störf að þau eru lítt áberandi. Almennt er álitið að tölvan geri þetta bara, en við sem höfum einhvern tímann unnið við kerfi í okkar störfum vitum að þau fæðast ekki fullkomin. Heiðursfélagi okkar hefur látið af störfum núna en á langa og farsæla starfsævi að baki. Hún útskrifaðist af eðlisfræðibraut Menntaskólans í Reykjavík árið 1979 með fyrstu einkunn. Þá lauk hún BA-prófi í bókasafnsfræði við Háskóla Íslands árið 1983 og auðvitað með fyrstu einkunn. Þá flutti hún til Osló og var í framhaldsnámi í upplýsingafræði við Háskólann í Osló árið 1994 til 1997 og lokaverkefni hennar fjallaði prófun og samanburð á leitum í gagnagrunnum þátttakenda á VON-áætlunarinnar via Telnet og með Z3950 biðlar að hugbúnaði. Árið seinna lauk hún grunnnámskeiði kerfisbókavarðar í Osló og sérhæfði sig síðan jafnt og þétt í kerfisgagnavinnu og kerfisnotkun bókasafna. Starfsferilinn byrjaði hún á Dagmannski biblíótek í Osló árið 1998 til 1999 á skipulags- og þróunarsviði. Eftir að heim kom vann hún á Borgarbókasafni Reykjavíkur árin 2000 til 2002 sem verkefnastjóri á þróunar- og bókfræðisviði og vann við Dopis Libes-kerfið sem einhverjir þekkja sem feng, kannski ennþá, ég veit það ekki. En ég man eftir því. Þá hóf hún störf hjá Landskerfi bókasafna árið 2001 sem kerfisstjóri gegnis og vann þar alla sína starfsævi. Fyrst auðvitað með Aleph bókasafnskerfi sem einhverjir hérna muni eftir, en síðan með sem var líka frá Exlibris, en síðan með kerfi sem við notum enn í dag, hana Ölmu. Það er okkur sannur heiður að tilnefna Dögg Hringsdóttur sem heiðursfélaga upplýsingar árið 2026. Já, það er rétt með. Já. Ég ger ekki fullkomið, ég er manneskja. Já. Við hvað stefna þá hérna. Já. Já, endilega klappið fyrir henni í dag. Viltu segja eitthvað?
Já, en nú ekki ætlast til þess að maður segi örfá orð. Já, eins og Þórný sagði, ég hef nú ekki verið mikið í framlínunni og ekki haft mannaforrað. Konan á bak við tjöldin er svona besta starfslýsingin. En þetta er bara mikill heiður og það sem ég hugsaði fyrst þegar að Þórný hafði samband við mig og tilkynnti mér að þetta hefði verið ákveðið að veita mér þennan heiður, og þá hugsaði ég bara, vá, er ég orðin svona gömul? Og svo fór ég að hugsa aftur á bak og komst að því, já, ég er sennilega svona gömul. Já, en ég hef svo verið í þessu alla mína ævi. Ég hélt til í Borgarbókasafninu í Þingholtsstræti frá 5 ára aldri, á undan þá, því þá þurfti maður að vera 7 ára til að fá eigið bókasafnspláss. Og já, svo á síðasta, svo náttúrulega var ég bara stórnotandi bókasafnsins, Borgarbókasafnsins, alveg alla mína tíð, en það var ekki fyrr en á síðasta ári mín í menntaskóla sem ég komst að því að þetta væri fag. Og þá einmitt hugsaði ég líka, vá, ég get unnið við að vera forvitin, því það hefur verið mitt. Já, það sem að ég var þekktust fyrir, ég þurfti alltaf að vita af hverju, hvernig, hvers vegna. Já, þannig að ég var barnið sem las alfræði orðabókina sér til skemmtunar. Svo sannur nörd. Og nördastarfið hefur verið mitt starf í gegnum tíðina. Þegar ég er í skólanum 79 til 83, að læra bókhaldsfræði til BA-prófs, þá voru bara engar tölvur. Það var bara reiknistofnun Háskólans. Haustið 1979 þegar ég byrjaði þarna, þá var kennt námskeið í stjórnun læknisfræðibókasafna. Og þar kemur bandarískur gestakennari. Sólveig Þorsteinsdóttir á Landspítalanum kenndi þetta námskeið og það kemur bandarískur gestakennari sem var nú svona svolítið, ekki alveg sáttur við aðstæður, en það sem að gerðist þarna var sögulegur viðburður sem að ég var viðstödd og ég áttaði mig ekki fyrir löngu seinna að þetta hefði verið sögulegur viðburður. Þetta var fyrsta beina leitin í Medline sem framkvæmd var á Íslandi. Og hún var framkvæmd út í reiknistofnun Háskólans. Við þurftum að hringja í gegnum módem til þess að ná sambandi og við þurftum að hafa samband við Landsímann sem að þá var í Landssímahúsinu við Austurvöll til þess að láta tengja okkur. Og það tók langan tíma að fá konurnar á talsambandi við útlönd til þess að skilja það að það myndi enginn svara á hinum endanum. Það myndi bara heyrast píp. Þær lögðu alltaf á þegar þær heyrðu þetta píp því þær héldu að þetta væri bil. Og það var ekki einu sinni skjár í reiknistofnun. Við vorum með prentara. Þannig að skipanirnar og svörin komu á grænröndóttan pappír sem rúllaðist svona hægt og hægt niður eftir því sem að leitinni leið. Og það þurfti að vera búið að skipuleggja alla leitina fyrirfram, skrifa öll leitarorð því að það var svo dýr tengitíminn. Hugsaðu ykkur hvert við erum komin inn. Já. Eitt annað sem ég langar til að segja er, af hverju lenti ég það sem ég lenti? Það er að segja í Oslo, í framhaldsnámi, mastersnámi í upplýsingafræði og kerfisnotkun. Það er að þakka einni manneskju. Ég er búin að vinna með óskaplega mörgum frábærum kollegum í gegnum tíðina, en mig langar að lyfta einu nafni. Og það er hún Andrea Jóhannsdóttir. Hún potaði mér og potaði í mig þangað til að ég gerði það sem hún hafði gert á undan mér. Hún var fyrsta konan sem fór í alvöru kerfisbókavarðaná í Noregi. Og ég hvetaði í hennar fótspor og sé ekki eftir því. Þetta hefur verið minn starfsvettvangur, nördastarfið á bak við tjöldin. Og ég vona að
það sé eitthvað sem hafi skilað sér til samfélagsins, fagsins og þjóðfélagsins. Bara þakka enn og aftur fyrir mig. Innilega til hamingju, takk. Þá þakka ég fyrir frábæran fund og segi fundi slitið klukkan 13:50.